Þegar ég var lítil þá var bara einn töframaður frægur og það var Baldur Brjánsson. Einstaka sinnum kom reyndar útlendur dávaldur til landsins, Frisinetti, sem gerði fólk að fíflum á sviðinu í Háskólabíó. En Baldur var okkar maður. Nemandi hans er galdramaðurinn Pétur Pókus sem allir þekkja, en nemandi Péturs er hinn ungi Lalli Potter sem við fáum nú að kynnast. Þeir eru allir þrír hingað komnir og við skulum bjóða þá velkomna. Jæja, Baldur, þú ert nú eiginlega ættfaðir galdramanna á Íslandi. Hvar lærðir þú til galdramanns? Þetta var nú bara fyrir að sjá menntun. Bara bókum og blöðum. Að bókum og blöðum? Já. Já, var enginn svona lærifaðir sem að þú sótti? Nei, það var enginn hérna sem ég gat leitað til. Höfðu foreldrar þínir skilning á þessum áhuga þínum á göldrum? Nei, ekki nokkuð. Hvernig kom það til, Pétur, að þú fórst síðan í nám til Baldurs? Ætli ég ekki bara verið svona uppáþrengjandi lítill ungur drengur til að byrja með. Var það þannig? Já, ég gæti gruna það, en hann tók mér ofboðslega vel. Og já, ég hef sótt ofboðslega mikla visku til hans og það tók tíma að komast inn á hann. Ég skal nú alveg játa það og loksins hef ég tekið fyrir að segja það svo þjóð heyri, Baldur, það tók tíma. Nú er þetta, galdramennir eru nú ekki tilbúnir í það að lýsa galdrarana sína. Var hann lengi að treysta þér fyrir þeim? Já, hann kannski gerði það sem að, ég gerði svo aftur með Lalla, að það er að gefa þetta í smá skömmtum. Já. Og það náttúrulega eðlilegt til að bæði áhugi og annað haldist. Hvað ert þú búinn að vera lengi í faginu, Lalli? Heitirðu Lárus? Lárus. Já. Hvað ert þú búinn að vera lengi í þessu? 7 ár. 7 ár? Og grænjaði þú þig inn á Pétur eða hvernig fórst það þessu? Já, bara hringdi hann og... Hafðir alltaf dreymt að verða galdramaður? Já, svona. Það var alltaf að galdra, sko. Heyrðu, en til þess að æsa upp áhorfendurna veit ég að þú ert með eitt töfrabara sem þú ætlar að sýna okkur. Er þetta ekki til í að dempa þér í það? Jú. Hvað ætlarðu nú að gera? Það gera mig einfalt. Kenndi Pétur þér þetta? Já, hann kenndi mér að útfæra þetta betur alltaf. Já. Það tegir sem bara með nefnt blað. Já. Og rífur það svona. Maður rífur það bara svona? Já. Geta allir gert þetta heima hjá þér, heldur þið? Þetta bara... svona. Er þetta mjög eitthvað? Kannt þú þetta, Baldur? Já. Þetta er alveg... Það gerði þetta heima þegar ég var bara að blöðu, sko. Eitt mál. Ég reyndar hef ekki hugmynd hvernig að gera þetta, en mér finnst alltaf gaman að horfa á þetta. Já, þetta er æsir spennandi. Það þarf að breyta þessu í kanínu. Nei, en... Haltu kjafti, Greg. Þetta var rosalegt, maður. Ég hugsa allir muni eftir því, Baldur, þegar þú flettir ofan af filippesku andalæknunum. Við skulum rifja upp þetta töfrabragð. Það er til í safni sjónvarpsins. Fáum að sjá það. Það eru mörg ár síðan þetta var, en þú gerðir þér lítið til og flettir ofan af þessum leppnum þarna í einu vettfangi. Já, svona sýndi fram á það. Þetta var hægt að gera þetta með. Hvaða afleiðingar hafði þetta í för með sér? Já, það er náttúrulega fólk steinhægt að fara þarna út að fá lækningu. Þú eru ekki atvinnulaus í læknanir?
Þetta lagðist alveg aðferðir út til fyrir segja og hérna sem betur fór, það fór já. Pétur, þyrftir fólki alltaf jafn mikið í það að láta koma sér á óvart og láta platta sig? Já, sem betur fer. Það nú einhvern veginn þannig með okkur mannfólki að við höfum gaman að því að vera blekkt. Það að segja undir þeim formerkjum að við vitum að það sé vera að blekkja okkur. Við höfum náttúrulega ekkert gaman að sé vera að svíkja okkur á einhvern annan hátt. En jú, veistu það, þetta eitthvað sem að allir hafa gaman að, sem betur fer. Pétur og Baldur, ég veit að þið eruð ætlið að sýna okkur hérna eitt ofboðslegt töfrabragð. Já. Ætlið að segja okkur eitthvað frá því fyrirfram? Já. Að láta verkið tala. Sko, nú ég náttúrulega hættur þessu. Þetta í fyrsta skipti sem við gerum þetta. Það ekki eins og verið eftir, en við þekkjum þetta náttúrulega svolítið og allir til þess. Hingað til að við nú verið með aðstofakonu sko til að gera þetta. Já. Sem sagt, en nú aðstofar Baldur mig. Þú fer bara í sundbólinn, Baldur. Þetta verður... Já, og stuttibur. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég hvet ykkur til dáða á sviðinu í töfrabragðinu. Takk fyrir. Pappakassa, hann tómur. Og svo skulum við fá tröppuna og Pétur fyrir kassan. Og ég halda við okkur borðið. Svona. Og fá hérna plötu bara. Til það. Svo erum við hérna með Sverre, sko. Ja. G'day. Það svo mikið eftir þessu sörðu. Sko það halda náttúrulega allir að þetta sé. Og svo gera þetta. Og snúa kassana við.
Jæja. Og... Flott.